Og við förum þá bara yfir í lið 6 sem gatnagerðargjöld, endurskoðun á reglum 2019 og það bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir sem tekur til máls. Já, forseti, ágæti bæjarfulltrúar, hér kom til umræðu liður 3 í fundargerð bæjarráðs dagsettir 14. mars 2019. Þessi liður 4 í fundargerð skipulagsráðs dagsettir 27. febrúar var tekin fyrir, en þar leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að breyting verði gerð á grein 5.3 í gjaldskrá gatnagerðargjalda þannig að afsláttur vegna jarðvegsdýpis verði að hámarki 75% og gildi fyrir allar byggingalóðir óháð húsagerðum. Þessi afsláttur hefur fram að þessu einungis verið veittur vegna íbúðarhúsalóða en nú lagt til að hann eigi við allar byggingalóðir. Pétur Ingi Haraldsson, sviðsstjóri skipulagssviðs og Inga Þöll Þórgrímsdóttir bæjarlögmaður sátu við fund bæjarráðs undir þessum lið. Þessi bæjarráð samþykkt með 5 samhljóða atkvæðum að leggja til við bæjarstjórn að breyting verði gerð á þessar 5. grein 5.3 og þannig að afsláttur verði vegna jarðvegsdýpis verði að hámarki 75% og gildi fyrir alla byggingalóðir óháð húsagerðum. Og nú þessi til að koma hér til umræðu og afgreiðslu. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson tekur til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég vil bara fagna því að þarna séu teknar núna allar lóðir, atvinnulóðir líka inn í þessa afsláttarkerfi og þetta komið til með að jafnvel að auka eftirspurn eftir atvinnulóðum í bænum hjá okkur af því að kostnaður eins og við vitið mikill við að grafa það sem djúpt er. Eins vil ég fagna því að þessari breytingu sem ég lagði til að fara í 75% hámark en ekki 100%. Þannig að ég vil bara þakka fyrir þetta. Takk. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Þar sem ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs, þá skulum við bara bera gatnagerðargjöld endurskoðun á reglum 2019 til atkvæða og þeir sem geta samþykkt af einstaklingsgjöfumerki. Það samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum og þá færi ég forseta bæjarstjórnar aftur stjórn fundarins.